En ég held að almenn reglan sé svo að hún búin að vera hérna í 20 ár. Það annar forstjóri sem var tilkynna núna líka. Hann væri að hætta. Það Gunnar Egill Sigurðsson sem hefur verið forstjóri Samkaupa. Undanfarið 3 ár. Búin að vera hérna í 20 ár. Og hvað á ég að segja? Mér finnst hann hætta tiltölulega fljótt núna en þarna komið þetta heimkaup og samrunin eða sammeningin að ganga eftir þarna. Þannig að ég hugsa að þetta sé bara verið að skipta forstjóra út frá því að það sé nýjir eigendur, Jón Ásgeir og kompani að gera sér meira gildandi þarna. Maður getur alveg séð einhvern utan að koma núna inn í þetta dæmi, sé það. Mér finnst að þessi sammenning mætti njóta meiri athygli fjölmiðla vegna við erum búin að tala mikið við gerðum það hérna fyrir 2-3 mánuðum 70 verslanir allt þetta er nefnilega mikil tíðindi og hérna og hvernig þetta er mikilvægur markaður, matvöru og smásölumarkaðurinn. Ég vil bara halda því fram að fjölmiðla sé ekki að fjalla meira Jón Ásgeir mun örugglega setja meiri braksinn á þetta. Við þurfum að taka þetta í góða pælingu. Það athyglisvert að hann skulle vera hætta vegna þess að hann keyrði nett og verði niður eins og hann verið auglýst mikið að stórum hluta það sama róli og eins í mörgum vörum þannig að það væri komin nálagt sem sagt bónus og að könnun ASI hefði sýnt að þannig að við erum að horfa á það að nóga verið að skipta forstjóra, það verið að skipta forstjóra og svo það náttúrulega Kári Stefánsson. Hann svona hálfgerður Warren Buffett, hann náttúrulega stofnaði þetta fyrirtæki og það engin fjárfestir eða engin leiðtogi, hann náttúrulega verið skýr, þú ert að tala leiðtoga, hann náttúrulega verið slíkur leiðtogi hér og fólk hefur fylgt honum eftir og hann hefur verið hann sjálfur.